Já, komið sæl. Takk fyrir tækifæri að fá að segja hérna nokkur orð nýsköpun og Elisabeth og fleiri eru búin að gefa boltan upp hérna mjög skemmtilega fyrir okkur í þessari málstofu hérna. Ég ætla að tala það sem ég kalla degla nýsköpunar og þá ég að meina þetta nýsköpunarumhverfi og hvað í þessum poka eða þessum potti sem við þurfum að hræra saman til þess að útkomi nýsköpun. Það er svona svolítið sem ég ætla að velta fyrir mér. Og ég ætla að stilla þessu upp svolítið svona, við erum með háskóla hérna sem vinstra megin og svo hinum megin á glærunni samfélag annars vegar og atvinnulíf hins vegar. Og ég ætla samt að biðja ykkur að hafa það í huga að samfélagið og atvinnulíf náttúrulega nátengt. Atvinnulíf bara hluti af samfélaginu okkar. Við erum kannski ákveðið bara tæki til þess að keyra áfram samfélagið okkar. Og ég ætla að velta aðeins fyrir mér hvernig eru þessi mismunandi þættir, hvaða áhrif hafa þau hvaða kröfu gera þau til nýsköpunar. Og við hugsum aðeins fyrst samfélagið og hvaða áskoranir eru það sem við viljum gjarnan fást við það sem samfélagið að kalla eftir og ég ætla bara að bregða upp þessu hérna sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna fyrir stórar áskoranir og eitthvað sem samfélagið hefur áhuga á og þörf á að leysa. Hvernig tala nýsköpun þangað inn? Og svo ef við hugsum atvinnulífið, þar erum við ofta að fást við miklu svona afmarkaðri verkefni og kannski svolítið annars konar nýsköpun. Ég ætla bara að bregða upp þessu hérna sem var akkurat núna í vikunni, mjög áhugavert að vera að selja, eins og þið þekkið, CCP, svona fyrsta kannski stóra exiti, fyrsta stóra útganga fjárfesta í þessum geira á Íslandi sem var núna í vikunni. Mjög áhugavert. Og veltum þá eins fyrir okkur hvernig nýsköpunin talar inn í þessi tvo mismunandi áskoranir. Þannig sittum þetta hérna bakvið og veltum þá fyrir okkur fyrst í háskólaumhverfinu. Hvað það sem við höfum til þess að búa til nýsköpun eða sem nýsköpun sprettur af? Við erum alltaf með nemyndunum okkar og þetta sérstaklega fram hérna doktorsnemyndur og ef við hugsum bara þróunum undan fyrir 10-15 ár og þetta hefur verið dregið svolítið fram í fyrirlesturum hérna undan, Magnús Karl kom ákveðlega að þessu áðan, að eins og Háskóli Íslands hafi verið gríðarleg fjölgun í doktorsnemu, eða fjölgun doktorsnema og rauninni háskólinn breyst úr því að vera kannski þessi þjóðskóli og yfir innan rannsóknarháskóla og það gefur nýsköpun miklu meira vægi. Nú kennum helling í nýsköpun, við erum með fullt af námskeiðum sem taka á nýsköpun. Nýsköpun kemur mjög víða við í námskeiðum og eins erum við með námsleiðir eins og á mínu sviði og viðskiptafræðinni. Þar eru námsbraut sem sameiginleg sem kennir nýsköpun. Rannsóknir og aftur þetta breytta hlutfall eða þessi þroski Háskóla Íslands yfir í það að verða rannsóknarháskóli eða þessi breyting á háskólanum að það gefur miklu meiri tækifæri á nýsköpun núna heldur en við lítum kannski tilbaka 20 ára eða eitthvað í þeim túr. Þarna líka háskólinn að breytast mjög mikið. Svo þurfum við aðeins að velta fyrir okkur hvata umhverfinu og menningunni innan háskólans. Háskólinn opinn fyrir bara þessu nýsköpunar hugsunarhætti og hvatinn innan háskólans réttur? Erum við að hvetja í rétta áttir þarna? Ég ætla ekki að dvelja þetta en þetta eitthvað sem við þurfum að huga að. Og svo kemur helst í veikleikin, það grunnfjármögnunin. Og við þekkjum það að háskóla, ef við tökum Háskóla Íslands og berum að saman við marga aðra háskóla sem á Norðurlöndunum, að það grunnfjármögnunin hér miklu lægri og spurningin getum við með þessa lágu grunnfjármögnunin í rauninni þjóna þessu hlutverki, þessu nýsköpunar hlutverki, getum við fengist við það? Það er spurning sem við þurfum að velta fyrir okkur. Svo erum við akademískt starfsfólk og aftur hér mikil breyting í háskólanum, það er að segja við höfum fengið miklu meira á erlendu starfsfólki og það breytir svolítið hvernig við hugsum nýsköpun og eins tækifærum til þess að fara erlendis eða tengja okkur við erlendra áskorunni getum við sagt og svo náttúrulega bara innviðir sem við þurfum að hafa stoðþjónusta, tæki og húsnæði. Þannig að þetta svona svolítið háskólamegin, pælum aðeins í því hvað hinum megin, samfélagið og atvinnulífið. Ég ætla að nefna nokkur atriði. Löggjafinn þarf aðeins að velta fyrir sér, hann að gera réttar hluti, til þess að skattaumhverfið okkar rétt uppstillt og það verið tekin ákveðin skref undanfarin ár í þess átt, en ég held að þurfa að gera aðeins meira í því. Sjóðaumhverfið, þarna líka hafa orðið mikla breytingar, eins og tökum bara sem dæmi Tækniþróunarsjóð, þarna hefur hann verið verulega eldur og hann rauninni beinist mjög mikið inn í nýsköpun, en þarna hafa verið stigið mjög góð skref. Eins aðgangur okkar að fjármagni erlendis, getum við sagt alltaf að batna eða svona verða öflur og öflur tæki hér innanlands til að sækja í sjóði erlendis. Pólitísk stefna, hún skiptir líka máli, ég ætla ekki að dvelja neitt við hana hér, en auðvitað þurfa stjórnvöld að setja tónin. Hvernig vilja þau stilla þessu? Og hugsaum aðeins atvinnulífið, að þar aftur skiptir menningin máli
eru fyrirtækin opin fyrir samvinnu segjum við háskóla nýsköpun. Genís opið fyrir að háskólafólk komi hjá Hilmari, að komi þar inn og vinni með fyrirtækinu, eða það mjög lokað og það fá engan aðgang, allt svona svolítið leyndarmál. En þetta skiptir máli. Markaður, ef við hugsum aðeins íslenska heimamarkaðinn, þá hann rosalega smár. Og maður sér það þegar maður fyrir að fylgjast með nýsköpunarfyrirtækjum, leið að þau eru komin í einhver bara smástærð, þá þurfa strax að fara að horfa út á við. Það sé út fyrir landsteinuna, selja sína vöru eða það sem þau eru að fást við. Þannig að heimamarkaðurinn svona ákveðin hindrun. Getur verið kostur sérstaklega til að byrja með, en líka ákveðin hindrun. Og svo samkeppnisforskot, og það sem ég að velta fyrir mér þarna eigum við að stýra því hvaða nýsköpun við förum í. Eigum við kannski bara að vera í nýsköpun þar sem við höfum á Íslandi veitir samkeppnisforskot, tökum bara orku sem dæmi, eða til dæmis núna tölvuleikir, erum við orðin rosa góð í tölvuleikjum að þetta tókst með EVE Online, það þá allt í orðin samkeppnisforskot þar fyrir okkur, eða eigum bara að hafa þetta allt opið. Við þurfum að velta þessu fyrir okkur. Þannig þarna svona einhvers konar degla á hluti sem við höfum fyrir nýsköpun og þá langum við að bregða hérna aðeins upp hvernig tengjum við þetta saman, hvernig tengjum við þessar tvær hliðar saman. Og ég ætla að bregða upp 3 hlutum sem ég langt að segja ykkur á. Að Háskóli Íslands núna að fullu í að byggja upp vísindagarða og Hilmar aðeins kom inn á það hérna rétt á það. Gríðarlega mikilvægt og þetta hefur verið svona í gangi svolítið lengi en það svona ákveðin drifkraftur í þessu núna að vera að byggja núna byggingar og svona hanna hvernig við viljum hafa þetta umhverfi. Þannig að þarna verið að tengja saman segjum samfélagið, atvinnulífi við háskólana. Og svo svona ákveðnar tæknilegar útfærslur. Það verður núna að setja tækni í yfirfærslu skrifstofu, kölluð auðna, og þá markmiðið bara hreinlega að færa á milli háskólana og atvinnulífsins tækni. Og svo langar maður nefna líka Icelandic Startup sem háskólinn hluti af og rekur svona hraðla, Reykjavík Startup, Reykjavík Energy Startup í ferðamálageiranum og núna snjallræði sem svona í samfélagsmálum, gullleggið og fleira og fleira. Þannig þarna eru svona allt hlutir sem við erum að tengja saman háskólana og samfélagið og atvinnulífið. Þannig að þetta svona þessi degla sem hægt að draga upp. Þannig höfum þessa mynd í huga hérna og veltum síðan fyrir okkur skala nýsköpunar. Það er að segja, þegar ég segi skali þá er ég að meina hvers konar áskoranir erum við að glíma við. Eru það mjög stórar eða eru það litlar og afmarkaðar? Og aftur ætla ég þá að draga upp sjálfbærni markmiðin. Og þið þekkið þetta mörg ykkar, þessi markmið, og þið vitið það að þau eru mjög stór og þau eru mjög þverfræðileg. Og spurningin getum við sem háskóli glímt við þetta? Tökum bara eitt lítið dæmi hérna, ekki lítið dæmi, eitt stórt dæmi. Climate action, hnattræn hlýnun. Hvernig leysum við þetta? Hvað nýsköpun þurfum við að koma þannig? Og við hugsaum það og við vissum þau áttu ykkur á því og vitið þetta. Að fyrst kannski var þetta lítið á þetta svona vísindalegt vandamál eða verkfræðilegt vandamál. En þegar við fórum að skoða þetta vandamál, þá kom í ljós að það nánast og leysanlegt. Og það þarf að koma, ef við leysa, þá þurfum við að koma með fullt af fleiri hlutum inn í. Varpa bara hversu orðan, hagfræði, stjórnmálafræði, siðfræði, heimspeki, uppeldisfræði. Fullt af hlutum sem þarf að koma inn í þetta. Þannig að skalinn á þessari áskorun rosa stór. Og hvernig getum við verið þá með nýsköpun inn í þetta? Og ég svissa hérna aðeins yfir í Háskóla Íslands, núna sittur Háskóla Íslands og pælum aðeins í því hvernig hann strúktúraður, hvernig skipur hann Og ég tek bara svona efsta lagið, þá erum við þessi 5 svið, félagsvísindasvið, við erum með heilbrigðisvísindin, hugvísindin, menntavísindin og verkfræði- og náttúruvísindin. Og spurningin getum við glímt við þessi stóra vandamál þegar við erum svolítið niðurnjörfuð í þessi box. Þá það eðlileg spurning finnst mér, getum við einhvern veginn endurskipulagt starf háskólana, svona kannski eftir þegar, þurfum að gera það. Hvernig eigum að gera það? Til þess að glíma þessi vandamál. En þetta eitthvað heldur sem við þurfum líka að velta fyrir okkur þegar við erum að tala nýsköpun og höldum aðeins áfram að þroska okkur í þeim fræðum. Ég ætla að gefa ykkur eitt dæmi það sem svona eina leið í þessu. Það hérna Georg sem rannsóknarklasi jarðvarma, þetta leitt hérna Háskóla Íslands og fekk marka á þannig styrk vísinda og tækniráðs 2009
Og þarna verið að vinna að í rauninni hagnýtingu jarðvarma, orkuframleiðslu úr jarðvarma, á mjög þverfræðilegan hátt, að skoða allt frá því það sem niðri í geiminum í jörðinni, hvernig orkan það niðri, hvernig við náum henni upp, hvernig við framleiðum henni í virkjuninni og hvert affallsafurðirnar fara, hvert heita vatni fer þegar við erum búin að nota það, hvert gösin fara og svo framvegis. Þetta svona mjög þverfræðileg nálgun og þetta gert með því að búa til svona klasa. Draga inn að bæði fyrirtæki og háskóla og þá líka fullt af einingum innan háskólans inn í þetta. Og þetta hefur gengið mjög vel, en þetta svona ein leið til þess að búa þennan þverfræðilega til, búa til þessa klasa. Svo getum við líka spurt okkur að hvað ekki nýsköpun? Og ef við pælum aðeins í því, hvað samfélagi raunverulega að biðja okkur Hvað samfélagið á atvinnu, hvað vill það raunverulega? Jú, það vill bara viðhalda þessum innviðum sem við erum með, eða ekki? Þegar ég segi innviði, þá ég meina bara það sem okkur er alltaf fyrst í hug, vegi og allt þetta dót, en líka bara kerfin okkar, sjúkrahúsin okkar, menntakerfið okkar, dómskerfið og svoleiðis. Við erum bara viðhalda þessum kerfum. Og ef við pælum þessi í hvað fjármunni fara sem við segjum, bara skattekjurnar og okkur eitthvað þá myndi ég halda á þess að ég vita nákvæmlega þess að setja í spurningamerki hérna, kannski 90% af peningunum sem við erum að borga í skatta og svona, fara bara í viðhalda þessum kerfum. Og nemendurnir okkar sem við erum að mennta, þau kannski 80-90% af þeim fara í það. Þannig að það hellingur þarna í gangi sem er ekki nýsköpun eða kannski aðeins, kannski alveg hægt að segja þessi engin nýsköpun eða allan að viðhalda þessum kerfum sem er mjög mikilvægt. En ef við ætlum að halda áfram fyrir framþróun og bæta lífsgæðum þá þurfum við að bæta þessi innviði, taka það áfram og það er drifið áfram nýsköpun. Þannig að við þurfum bæði viðhald og nýsköpun. En það er ágætt að hafa í huga að það er mjög mikil svona óbalans í því hvað er mikið í hvoru fyrir sig. Og ef við dreg hérna aðeins fram svona lokum veikleikana í þessu umhverfi hérna, þetta sammyndunni ég dróð upp áðan, og það er svona þrennt sem við langar til að draga fram, að það er grunnfjármögnunin, hvernig eigum að tryggja það að háskólanar okkar séu rétt fjármagnaðir til þess að þeir geti glímt við þessar áskoranir, til þess að geti tekist á við þetta, þess að við höfum mannskapinn, tækin, nemendurnar sem geta glímt við þessar áskoranir. Við þurfum að velta því að styrja okkur. Þetta er eitthvað sem við þurfum að halda áfram að ræða við stjórnvöldum. Síðan er því umhverfin okkar, löggjöfin, skattaumhverfið og þarna erum við svona oft á tíðum okkar samfélag svolítið íhaldssamt. Við erum svolítið lengi að breyta lögum, við erum lengi að ofta að taka upp hluti. Við getum séð þetta við bara í heilbrigðisgeiranum, við berum okkur saman í Svíþjóð og þá erum við langt á eftir því að taka upp alls konar nýjungar. Þarna þurfum við aðeins að velta fyrir okkur, hvernig viljum við hafa þetta. Og svo samkeppnisforskotið, hvernig eigum við að fjármagna þetta og eiga stjórnvöld að hafa einhverja skoðunar, eigum við til að hafa þessar markáætlanir. Og nú er, eins og mörg ykkur þekki umræðum það að eigum við að sitja á aðra umferð í markáætlun, skilgreina fyrir okkur svið og það er kannski óbeint búin aðeins með máltækninni, það er nú segja sér svo óbeint markáætlun í gangi, ríkisstjórnin er búin að ákveða að sitja ákveða mikla peningi það. Hversu mikið eigum við að stýra þessu, eða hversu mikið á ríkið að stýra þessu? En þetta er líka eitthvað svona, getur styrkleiki, getur líka verið veikleiki, hvernig við stýrum svona mál. Nú ef við dregum aðeins saman inn á lokum, þá myndi ég segja það að degla háskólanýsköpunar er til staðar og hefur verið að þroskast og þróast mjög hratt síðustu 10-15 ára og kannski svolítið samhengi við hvernig háskólanar hafa verið að breytast yfir svona meira rannsóknarháskóla úr þessu þjóðskóla sem við vorum að tala í morgun. Og þetta var líka við bara umhverfið fyrir utan háskólana. Síðan velti ég fyrir mig hvort við þurfum að breyta skipulagi háskólanna til þess að geta tekist á þessar stóru áskoranir. Og síðan eru þetta þessar 3 áskoranir í umhverfið sem ég nefndi, grunnfjármögnun háskóla, lagalega umhverfið, hvernig hefur við að glíma við það, og síðan ættum við að stýra þessari nýsköpun á einhvern hátt. Þannig að það bara að segja takk fyrir.